Jæja, góðan daginn. Þá er þetta annar hlutinn í þessari röðstuttra fyrirlestra ályktanir meðaltal þýðis og í öðrum hluta ætlum við að ræða tilvik 1. Og tilvik 1 á sem sagt við þegar hægt að gera ráð fyrir að þýði sem úrtakið tekið úr fylgi normaldreifingu og dreifni þeirrar dreifingar þekkt. Dreifni þeirrar dreifingar, þetta ekki mjög þjált, jæja. Þetta á líka við þegar n stórt og dreifnin þekkt þó þýði fylgi ekki normaldreifingu. Og enn og aftur þetta dreifni þýðisins, ekki dreifni úrtaksins. Og við getum skoða aftur ákvörðunartréð, það er sem sagt normaldreift þýði sigma þekkt, ekki normaldreift þýði sigma þekkt og n stórt. Þá lendum við í tilviki 1. Og við heldum bara áfram á klæri númer 12. Og þið sjáðu í öllum þessum tilvikum þá eigum við svona mynd og þetta eru sem sagt jöfnunar sem við munum nota til að reikna öryggisbilið. Neðra markið lítur svona út og efra markið lítur svona út. Og þið sjáðu að eini munurinn á neðra og efra markinu er að hér er mínus og hér er plús. Svo í neðra markinu þá þetta fyrsta þetta er meðaltal úrtaksins. Þetta annarkvort reiknum við út eða fáum uppgefið. Þetta er sem sagt bara meðaltal allra mælingana sem við tókum. Þetta er sem sagt þessi ritháttur sem við höfum kynnst áður. Þessum þurfum við að fletta upp í töflu stöðluðu normaldreifingarinnar. Og við sjáum það í dæminu rétt á eftir hvernig við gerum það. Oftar en ekki þá er alfað okkar 0,05. Svo alfa deilt með 2 er 0,025 og 1 mínus alfa deilt með 2 er þá 0,975 og til þess að finna gildið af þessum þyrftum við þá að fara í töflu stöðluðu normaldreifingarinnar og finna hvar erum við stödd þegar 97,5% eru okkur á vinstri hönd. En við gerum þetta í dæminu rétt á eftir. Sigma er staðalfrávik þýðisins og enn og aftur þetta er þýðið en ekki úrtakið. Litla n er stærð úrtaksins. Þannig að við sjáum að í rauninu tökum við meðaltal úrtaksins. Þetta verður bara einhver tala svo við drögum einhverja tölu frá meðaltalinu og í efra markinu þá leggjum við sömu tölu við meðaltalið. Svo miðjan á bilinu okkar er í sem sagt meðaltali úrtaksins og svo leggjum við eitthvað til eða drögum frá. Við skrifum öryggisbil alltaf á þennan máta. Þetta er sem sagt bara eitthvað tala sem við reiknum út. Svo segjum við svona minnen og svo er þetta stikin sem við höfum áhuga á í okkar tilviki meðaltal þýðisins og aftur er eitthvað tala Og þá segjum sem svo að við höfum notað alfa jafnt á 0,05. Þá getum við sagt með 95% öryggi að sanna gildið á stikanum mý liggur á þessu bili og aftur þetta er bara eitthvað tala og þetta er bara eitthvað tala. Fínt þetta var öryggisbilið og hitt verkfærið okkar í ályktunartölfræði er tilgátupróf og þetta er sem sagt tilgátupróf fyrir mý tilvik 1. 0 tilgátan er alltaf svo sama, mý jafnt og þetta er bara einhver tala. Prófstærðin þegar við erum í tilviki 1 lítur svona út og ef 0 tilgátan er sönn þá mun prófstærðin fylgja stöðluðu normaldreifingunni. Þegar við erum búin að sem sagt framkoma tilraunin okkar og höfum einhverja niðurstöður þá hætta þetta að vera slembistærðir því þá er þetta bara þekkt og þá myndum við nota litla setu og lítið x En við sjáum það aftur og eftir í dæminu. En þetta er sem sagt bara meðaltal úrtaksins sem við annarkvort fáum uppgefið eða þurfum að reikna. Mý 0 er talan sem stendur í 0 tilgátunni. Sigmað er staðalfrávik þýðisins sem við fengjum uppgefið af því við getum ekki reiknað hana. Við getum bara reiknað staðalfrávik úrtaksins og n er stærð úrtaksins. Og eins og ég segi, ef 0 tilgátan er sönn fylgir þessi prófstærð stöðluðu normaldreifingunni. Höfnunarsvæði muniði í þessu 5. skrefi þurfum við annarkvort að finna p-gildi eða finna höfnunarsvæðin og
það fer eftir í hvernig gagntilgátan okkar lítur út, hvar höfnunarsvæðin eru. Ef við erum að framkvæma einhliða minna en próf, þá flettum við zeta af 1 mínus alfa upp í töflunni og við höfnum H0 ef zeta er minna en þessi mínus zeta 1 mínus alfa. Við skulum teikna þetta upp hérna rétt og eftir. Það gera það bara snöggvast. Látum okkur sjá. Ef við erum sem sagt, ef H1, ég er á villsum stað hérna. Ef H1 er að my sé minna en einhver tala my 0, þá er setja það bara hérna hliðina á. Þetta á að vera sem sagt staðlaða normaldreifingin. Þá er höfnunarsvæðið alfa stórt og þetta er sem sagt höfnunarsvæðið. Prófstærðir sem falla hérna einhver staðar leiða til þess að við höfnum 0 tilgátunni. Gagntilgátan okkar, ef hún lítur svona út að mjög stærra en 0, þá eigum við að hafna H0 ef zeta er stærra en zeta 1 mínus alfa. H1, ef hún lítur svona út, þá er höfnunarsvæðið okkar hérna uppi. Þetta er alfa stórt. Þetta hérna er sem sagt zeta 1 mínus alfa, ekki satt. Þetta hérna er sem sagt alfa stórt, þá er þetta hérna 1 mínus alfa stórt. Hér er gildið aftur á móti mínus zeta 1 mínus alfa. Þetta var sem sagt hér við. Aftur á móti, ef gagntilgátan okkar er tvíhliða, þá erum við með höfnunarsvæði í báðum hölum og í hvorum halanum er stærðin á höfnunarsvæðinu alfa deilt með 2 stórt. Svo H1 my ekki jafnt á my 0, þá verður verða höfnunarsvæðin annað hérna í vinstri halanum. Það er alfa deilt með 2 stórt og hitt í hægri halanum líka alfa deilt með 2 stórt. Svo hér erum við stödd í zeta 1 mínus alfa deilt með 2 og hér erum við stödd í mínus zeta 1 mínus alfa deilt með 2. Ekkert sérstaklega vel skrifa hjá mér frekar en fyrir daginn, en það er það sem þessi hérna segir. Ef zeta er sem sagt stærri en þetta hérna gildi sem er hérna úti, þá höfnum við. Og ef það er minna heldur en þetta hérna gildi, þá höfnum við líka. Og þá held ég sé skynsamlegt bara að við reiknum í gegnum eitt dæmi saman. Og við ætla bara að taka sama dæmið og er í bókinni, en við skulum gera það svona á skipulegan máta. Ekki alveg búin að undirbúa það ná vel. Látum okkur sjá. Við erum sem sagt ætlum að reikna dæmið mann Jón og hann rekur fiskvinnslu á Bíldudal og hann verkar þorsk til sölu á Bretlandseyjum. Þorskurinn sendur út í 50 kílógramma pakningum og þar á bæ hafa menn fylgst grannt með þyngd pakkana og komist að því að þyngd þeirra fylgi normaldreifingu með, og takið eftir hérna, fáum við uppgefið dreifnina í þessari dreifingu. Þannig að hér þekkjum við dreifnina á þýðinu. Eins og ég segi, þetta er frekar óalgengt. En við höfum nú áhugað að draga ályktanir í my. Til þessi tekið slembu úrtak að stærð n jafnt á 12 og meðalþyngd úrtaksins reiknuð. Við höfum að finna öryggisbil fyrir my og við höfum að kanna hvort meðalþyngd pakkana sé frábrugðin 50 kílóum og við ætlum að nota alfa jafnt á 0,05. Já, byrjum á þessu verkefni. Eins og ég sagði einhvern tímann áðan, þá er þessi mynd í rauninni það fyrsta sem við skoðum þegar við erum að framkvæma tilgáttupróf meðaltal. Og við þurfum að svara þessum spurningum. Ef við skoðum textan, þá stendur að við getum gert ráð fyrir að þýðið fylgir normaldreifingu og ekki nóg með það,
Við þekkjum dreifnina í þessu þýði, þannig að sigma þekkt, þannig að við endum hérna í tilviki númer 1. Svo við erum í tilviki númer 1. Náum okkur í nýja blaðsíðu hérna. Og svo finnst mér alltaf ágætt, förum aftur í dæmið, fyrir ekki við ég hoppa svona fram og tilbaka. En ágætt bara meðan maður lesi gegnum svona texta, þetta ekki að ganga vel hjá mér, að skrifa í rauninni hjá sig bara hvað upplýsingar við fáum. Við gera ráð fyrir normaldreifingu og við þekkjum dreifnina, þannig að hérna svona einhver stiki sem við þurfum örugglega að nota á eftir. Svo við þekkjum gildið á sigma í öðru og það er jafnt á 0,8. Skrifum þetta hjá okkur. Við ætlum að draga ályktanir mjög og við vitum við erum í tilviki 1 og við höfum tekið slembu úrtakastærð n og meðalþyngd úrtaksins er þessi 50,84 kíló. Svo litla n er jafnt 12, það er stærðin á úrtakinu og meðaltal úrtaksins sögðum við ekki 50,84 kíló. Og muniði við notum svona x bar til að tákna meðaltal úrtaksins, meðaltal þýðisins sem við ekki þekkjum er mý. Við eigum að finna 95% öryggisbil fyrir mý og kanna hvort meðalþyngd pakkana sé frábrugðin 50 kílóum. Við eigum að nota alfa jafnt á 0,05. Svo þetta er í rauninni það sem við höfum fáum gefið. Og við vitum að við erum í tilviki 1 af því að við erum með normaldreifingu og við þekkjum dreifnina. Svo við flettum einfallega bara upp og byrjum á því að finna öryggisbilið og við flettum upp á hvernig við reiknum öryggisbilið fyrir tilvik 1. Neðra markið, ef við reyna einhvern veginn að hafa þetta hérna saman á skjánum, neðra mark öryggisbilsins, skráum það, neðra mark, það reiknum við sem x bar mínus zeta 1 mínus alfa deilt með 2 sinnum sigma deilt með rótinni af n. Og við sjáum, við þekkjum þennan, við þurfum að fletta þessum upp, við þekkjum þennan, við þekkjum sigma í öðru, þá þekkjum við sigma og við þekkjum n. Skoðum aðeins þennan zeta 1 mínus alfa deilt með 2, skoðum hann bara hérna uppi. Zeta 1 mínus alfa deilt með 2. Til að fá skrifaðin rétt fyrir neðan, alfa er jafnt á 0,05 og það þýðir þá alfa deilt með 2 er jafnt á 0,025, ekki satt. Og hvað er þá 1 mínus alfa deilt með 2? Jú, 1 mínus 0,025 er 0,975. Svo það sem við eigum að finna hérna, zeta 1 mínus alfa deilt með 2 er einfaldlega zeta 0,975. Og nú hef ég gert þetta svo agalega oft að ég veit að þetta hérna er svo mikið sem 1,96. Þið farið sem sagt í töflu stöðlu normaldreifingarinnar, finnið phi af setu, þar sem phi af seta er jafnt á 97,5 og lesið tilsvarandi setagildi sem er 1,96. Svo nú erum við bara tilbúin. Nú bara skellum við inn í þetta. Þetta er ekki skipulega gert hjá mér, jæja. X bar er 50,84. Zeta 1 mínus alfa deilt með 2. Nú vitum við að gildið á því er 1,96. Það er ágætt að leggja þessa tölu á minni, við erum alltaf að nota hana aftur og aftur og aftur. Sigma í öðru er 0,8. Svo sigma lítur að vera rótin af því, svo við þurfum að margfalda hérna. Við höfum 0,8 undir rót, af því við þekkjum bara sigma í öðru. Og n er 12. Svo við skellum n hérna undir rót, af því jafnan segir okkur að við höfum að deila með kvadratrótin af n. Þegar þið stimplið þetta inn í vasareiknin, þá skuluð þið bara passa ykkur. Það er oft ágætt bara að reikna út þessa hérna tölu fyrst og svo taka þessa og draga þessa hérna frá. Að þið sjáu það eftir að þá þurfum við hvort þið er þegar við reiknum út efra markið að nota þessa tölu aftur.
Þetta er sem sagt jafnt á 50,84 mínus 0,506 sem eru jafnt og 50,33. Þetta er sem sagt neðra markið. Efra markið, við sjáum hérna til hliðar, er nánast eins. Efra mark, það er bara x bar plus seta 1 minus alfa delt með 2 sinnum sigma delt með rútin af n og við þekkjum x bar og nú vitum við gildið á þessu hérna dótari hér, svo nú þurfum við bara í staðin fyrir að draga það frá 50,84 þurfum við að leggja það við. Svo þetta er jafnt og 50,84 plus 0,506 sem eru svo mikið sem 51,35. Svo við höfum neðra markið hér og við höfum efra markið hér. Öryggisbilið verður þá 50,33 er minna en mý er minna en 51,35. Svo við getum sagt með 95% vissu að meðal, hvað voru að reikna? Meðal þyngd pakkana liggi á þessu bili. Glæsilegt. Þetta var sérst að fyrsta sem við áttum að gera í dæminu, en við áttum líka að framkoma tilgátupróf. Skoðum þetta aðeins hérna aftur, fyrir ekki fram og tilbaka, finna 95% öryggisbil fyrir mý og kanni hvort meðalþyngd pakkana sé frábrugðin 50 kílóum. Ég ætla að minna ykkur á, ég ætla að fara hérna aðeins tilbaka. Við framkomum tilgátupróf alltaf í þessum skrefum. Svo við byrjum á því að ákveða hvaða tilgátuprófi viðeigandi fyrir gögnin okkar. Við erum hérna að vinna með meðaltal og við höfum séð að við erum í tilviki 1. Svo það er alveg á hreinu. Þetta er í rauninni bara ákveða alfa. Við fengum upp gefið, við ættum að nota alfa jafnt á 0,05. Við setjum fram 0 tilgátu og gagntilgátu þar sem við ákveðum leið 8 prófsins. Í dæminu okkar áttum við að kanna hvort að meðaltalið sé frábrugðið 50 kílóum. Þannig að við erum hvorki að kanna hvort það sé stærri eða minna, heldur bara frábrugðið og þá erum við með tvíhliða próf. Við flettum með prófstærðinu og reiknum út úr henni. Við skulum bara hérna, við erum ekkert beðinu eitthvað sérstakt, svo við skulum bara kanna hvort prófstærðin falla á höfnunarsvæði og svo drögum við ályktun. Svo, við byrjum bara á hérna fyrsta skrefi. Og ég ætla að biðja ykkur alltaf þegar að framkoma svona tilgátupróf að gera þetta svona skipulega. Skref 1, hvaða próf? Við ætlum að kanna tilgátu meðaltal þýðis. Úps, það er að passa mig hérna. Meðaltal þýðis mý. Við erum í tilviki 1. Fínt. Úps. Skref nummer 2. Hvað er alfa? Alfa er 0,05. Skref nummer 3. Skrif upp tilgátunar. Við áttum að kanna hvort að þyngdin, meðalþyngdin sé frábrugðin 50 kílóum. Svo H1 gagntilgátan, þá segjum við að mý sé ekki jafnt og 50 kíló. Munið annarkvort eru gagntilgátur svona ekki jafnt og eða minna en eða stærra en og við höfum bara að kanna hvort hún sé frábrugðin, ekki hvort að meðalþyngdin sé minni en 50 eða stærra en 50 og þess vegna framkomum við tvíhliða próf. 0 tilgátan, það er þetta hlutlausa ástand og hún er alltaf eins í þessum prófum, mý jafnt og mý 0 og við erum að skoða 50 kíló. Skref 4, það er væntanlega að ná í hérna prófstærðin okkar
reikna prófstærðina sem svarar til tilgátu prófsins og við erum í tilviki 1 og við bara náum í prófstærðin okkar. Prófstærðin okkar, hún lítur svona út hérna, höfum hana hérna bara til hliðsjónar og nú höfum við sem sagt framkvæmt tilraunina svo þetta ekki slembistærði lengur. Zeta x bar mínus μ0 deilt með sigma yfir rótinni á n. Og þetta allt gildi sem við þekkjum. Við sáum x bar, var það ekki 50,84, það var á blaðsíðunni fyrir ofan. μ0 50, sigma rótin af 0,8 var það ekki, nú þarf ég að fletta tilbaka. Sigma í öðru var 0,8, svo sigma rótin af því og n jafnt á 12. Svo við setjum inn í þetta, x bar 50,84, μ0 50, sigma rótin af 0,8, þetta ekki fallegt, og n 12 og jafnan segir að við eigum að taka rótin á 12, svo þetta lítur einhvern veginn svona út. Út úr þessu kemur svo mikið sem 3,25 og hér ætla ég að biðja ykkur líka að passa ykkur á vasareikninum. Hér þurfum við að setja sviga í kringum. Það þessi mismunur sem við höfum að deila í. Ef maður setur ekki sviga í kringum þá væri þið raun að reikna 50,84 mínus 50 deilt með þessu. Þannig að hér þarf að vera svíi. Svo við fáum út 3,25. Glæsilegt, það var skref 4. Skref 5, förum bara í 5a. Kanna hvort prófstærðin falli á höfnunarsvæði tilgátuprófsins. Og höfnunarsvæði tilgátuprófs hér í tilviki 1, við erum með tvíhliða gagntilgátu, svo höfnunarsvæðin okkar í sikkurum halanum og höfnunarsvæðin okkar alfa deilt með 2 stór. Alfað okkar jafnt á 0,05, svo við erum með 2,5% í hvorum hala. Svo skoðum það myndrænt. 5 hérna. Höfnunarsvæðin, tvíhliða próf, svo við erum, þetta 2,5%, þetta hér 2,5%. Svo þetta hérna sem sagt zeta 1 mínus alfa deilt með 2, eins og þið sjáuð fyrir ekki fyrir svona fram og tilbaka. 1 mínus alfa deilt með 2, svo við höfnum ef hann stærri en það, en einnig ef hann minna en mínus zeta 1 mínus alfa deilt með 2. Svo hérna niðri mínus zeta 1 mínus alfa deilt með 2. Við erum búin að fletta þessum 1 mínus alfa deilt með 2 upp og við gerðum það þegar við vorum að reikna út öryggisbilið og hann einfaldlega 1,96 og neikvæða gildið þá mínus 1,96. Svo höfnunarsvæðið okkar hérna í hægri halanum byrjar í 1,96 og fer upp í halan og í vinstri halanum þá það frá halanum og upp í mínus 1,96. Svo nú þurfum við bara að kanna hvar í rauninni lendir prófstærðin okkar. Út úr prófstærðin okkar fengum við gildið 3,25 og 3,25 greinilega hærri talan 1,96, hún eitthvað lengst út í halanum. Ég veit ekki, skalinn á svona svolítið klikkaður hjá mér, segjum bara hún eitthvað hérna, hún allavega lengst út í hala. 3,25 stærra heldur en 1,96, svo við greinilega erum á höfnunarsvæðinu. Prófstærðin okkar lendir á höfnunarsvæðinu og hvað gerum við þá? Jú, við höfnum H0 og það raunin það sem við höfum að vera að gera í skrefinum 6, gerum það bara hérna við hliðina. Við sem sagt eigum að draga ályktun þar, við segjum við höfnum H0 og hvað þýðir það í okkar tilviki? Hvernig við höfnum H0 svo við tökum upp H1. Hvernig lítur H1 út? Jú, H1 lítur þannig út að meðaltalið frábrugðið 50. Og við getum skoða hérna prófstærðin okkar, hún að lenda hérna í þessum hægri hala og við sjáum hérna að meðaltal úrtaksins stærri en 50.
Svo við ályktum, við höfnum H0 og ályktum að meðal þyngd, þetta voru ykkur pakkar eða ekki, sjá, eða kassar eða eitthvað slags, kassana sé frábrugðin 50 kílóum. Ekki fallega að skrifa. Og í rauninni að því að við erum inn í hægri halunum þá erum við í rauninni að álykta að hún sé stærri heldur en 50 kíló. Já, erum við þá ekki bara búið með þennan hluta, sýnist það. Takk fyrir þetta, bless bless.